Þetta þá tímadæmi 5 og við erum að kynnast þarna rásinni TCA 785, hvernig við notum hana í fasastýringu. Og já, ég þarf kannski aðeins að stækka þetta, sjáu þetta ekki frekar illa í allan að textan. Þetta skárra eða ekki, ok? Svona, já. Og hann spurt hérna fyrst, hvað gerist á mynd 542, það hérna myndin af satanarspennunni og stýrispennunni. Hvað gerist þegar satanaspennan og stýrispennan mætast? Hvað verið að spyrja sem sagt hvað gerist þegar þau mætast hérna? Á þessum stað sem sagt þegar satanaspennan að hækka hérna og keyrir hérna upp í gegnum stýrispennuna. Stýrispennan mjög róleg spenna sem að breytist bara ef að við stilliviðnám breytum óskgildi. Þá hækkar hún eða lækkar. Ef við lækkum þessa spennu, þá fáum við meira afl á álagið. Þá hérna, ef við lækkum hana hérna niður, þessa beinu línu, færum hana neðar, þá mætir hún satanspennunni fyrr og þá fáum við púls fyrr í bylgjunni. Og þá kemur opnunarpúls fyrir týristor til dæmis og hleypir þá straum á álagið sem þá sá hluti rifbylgjunnar sem að eftir þar til að kemur 0. Þá lokar viðkomandi íhlutur aftur fyrir, annað týristor eða tríak og við bíðum eftir að komi púls aftur. En þetta gerir reglulega vegna þess að við fáum afhleðslu þegar að spennan fer gegn 0-punktinn, þá afhleðst satanaspennan og byrjar aftur upp á 9. Að hlaðast. Þetta í rauninni þéttir sem að hlaðast upp og við nýtum það til þess að bera saman við einhverja fasta viðmiðun sem stýrispenna sem að föst í einhvern langan tíma, óskildið fast í einhvern ákveðin tíma, svo getum við lækkað það eða hækkað eftir því sem að við þurfum á að halda. Og þetta gæti verið inn í reglunarslaufu þannig að þessi stýrispenna gæti verið raungildi. Og ef að raungildi breytist eitthvað þá myndum við fá breytingu á hvenær við fengjum stýripúls og hversu mikið við fengjum þá meira út á álag af afli til að halda kannski ákveðinu hitastigi eða ákveðnum snúningshraða. Það hægt að stýra með þessu hérna. Þetta getur verið liður í reglunarslaufu þannig að þetta hefði bein áhrif inn á. Og ég hef einmitt notað þessa stýringu einmitt í reglun. Nú, en sem sagt við tölum hérna pinna 15, við sjáum það ekki alveg á þessari mynd því að það í bókinni þá kemur hérna neðar upplýsingar það að út á pinna 15 þá kemur spenna eða púls þegar að spennan jákvæð. En síðan út á pinna 14 þegar að spennan í neikvæð hérna á neikvæða hlutanum. Ok. Síðan spurt ég hve há verður spenna yfir álagið ef þessar aðstæður ríkja við 120 gráður. Þá þurfum við bara að nota rétta formúlu og við þurfum að skoða hvers konar kraftrás á ferðinni hérna. Það bara einn stýrður íhlutur, það þessi týristor hérna og hér álagið. Þannig að þetta væri í rauninni, ef við værum bara með eina díóðu hérna, þá væri þetta bara hálfbylgju afriðun. Þannig að þetta stýrð hálfbylgju afriðun og þá þurfum við að skoða á formúlublaðinu hvaða formúlu við þurfum að nota í þetta. Við sjáum það náttúrulega hérna, en hvernig kemur þetta út á formúlublaðinu? Ég reyndar að opna formúlublaðið hérna, það í efni og
formúlur hérna. Bíddu nú við, nei þetta annað. Þetta úr, hérna það, ég búin að opna fyrir þetta. Formúlublað í lokaprófi, það þetta hérna. Svona, það þetta hér. Og hér á þessari síðu, bara fyrir síðunni, þetta eru 2 síður, fyrir síðunni, þá sjáum við að 1 stýristor og álag. Og þá notum við þessa, þar sem við deilum með 2 undir hérna. Og það sem sagt, rótin af 2 sinnum spennan inn, deilt með 2 og deilt með pi. Og sinnum svín 1 pluss kósinus af opnunarhorninu, og í okkar tilfelli núna 120 gráður, myndum við setja kósinus af 120 gráðum. Ok, lítum á þetta betur. Hérna, já, og þá fáum við út úr þessu 24,8 volt. Fenguð þið það ekki líka? Það prófað, já, ok. Síðan kemur hérna 17a. Hve há spenna í pinna 5 á mynd 518? Pinni 5 hérna inn á AC-rásina og þetta fyrir 0 skynjunina. Spennan tekin hérna frá fasa í gegnum 220 kΩ viðnám inn á pinna 5 til að lækka spennuna nógu mikið niður, og 0-ið kemur líka hérna inn á pinna 1 á AC-rásinni. Það tengist við í rauninni spennugjafa, eða það búið til stýrispenna hérna með þessari díóðu og þétti afriðin hérna. Þannig að hún fái vinnuspennu þessi rás, AC-rás. Þannig að við erum með 2 díóður tengdar á milli pinna 1 og pinna 5. Það þýðir það að þær leiða, til dæmis ef að spennan jákvæð hérna frá fasanum L1, þá leiðir hvaða díóða? D4. Því að þá myndar hún 0,78 spennufalli yfir sig, og þá kemur sú spenna, og kemur ekki hærri spenna en 0,7 volt inn á pinna 5. Síðan þegar spennan verður neikvæð, þá lokar D4, og í staðinn þá kemur straumur í gegnum D3, og þá fáum við neikvæða mínus 0,7 volta spennu inn á pinna 5. Og þegar að spennan fer í gegnum 0-punktinn, þá hérna skynjar rásinn það og afleiður Sagatanspennuna. Þannig að hún byrjar aftur til þess að við höfum alltaf sömu viðmiðum. Þannig að svarið er pluss mínus 0,7 volt inn á pinna 5 hérna. Ok, meira hérna, hve mikið straumur fer díóðurnar. Það nú bara að reikna það út. Hér bara hálfbylgju afriðun, af því að við erum með eina díóðu í senn, og meðalgildi af spennuna fáum við 99 volt, og þá reiknum við strauminn út frá stærð mótstöðunar hérna, og við erum þá með 99 volt og deilum með 220 kΩ og fáum að straumurinn 0,45 milliampere. Og þetta hægt að gera líka í multisim, að finna út úr því. Við getum kannski kíkt á eftir ef við höfum tíma. Síðan hérna, hve mikill meðalstraumur fer mótstöðuna R1 á mynd 518. Ef senerspenna díóðunar D2, það þessi senerdíóða hérna, hún heldur fastri spennu á stýrirásinni. Ef hún 15 volt, sem sagt, stýrispennan 15 volt, og þá reiknum við hérna út. Við segjum að spennan inn, U, hún hérna, kemur hérna fram á myndinni, 220 volt, og við margföldum með 0,9 af því að þetta sem sagt þetta hálfbylgju afriðun, og þess vegna margföldum við líka með hálfum eða 0,5 hérna. Svo drögum við frá spennufallið sem að sem sagt á stýrirásinni, og svo drögum við líka frá spennufall díóðunar hérna, D1, UD. Og þá fáum við sem sagt hérna með þessum útreikningum fyrir ofan strikið, þá fáum við spennufallið yfir R1. Svo deilum við með stærð mótstöðunar R1 sem 10 kΩ.
og við fáum að straumurinn þá 8,33 milliampere. Þess vegna þarf hún að vera nógu stór í vöttum líka þessi. Hún 3 vött hérna, kemur fram á myndinni. Vegna þess að þetta það háspenna sem að fellur yfir hana. Og þessi straumur náttúrulega lítill, en það samt. Við þurfum dálítið öfluga mótstöðu til þess að þolið þetta. Ok, næsta mál. Hve mikið hægt að breyta spennunni í punkti 11 á mynd 5.20? Punkti 11, þarna kemur stýrispennan inn sem notuð til þess að bera saman við sagatannaspennuna og við skulum finna það út. Við getum breytt henni frá 0 voltum með því að stilla hérna variable resistor hérna, stilli viðnámið og það þá mín þá 0 volt, en við þurfum að athuga hvað hámarkið. Spennan hérna sem við fáum 15 volt pluss hérna mínus 15 volt. Það spennugjafi, jafnspennugjafi sem þetta tengist inn á. Og þá þurfum við bara að deila upp í þessi 15 volt með hérna með viðnáminu til þess að finna út hve mikill straumur fer þarna og svo margfalda með stærð mótstöðunar, 10 kΩ mótstöðunar. Hérna vaf. Og við finnum strauminn vegna þess að hérna, við leggjum saman 4,7 kΩ mótstöðuna sem hérna fyrir ofan og stærð sem sagt 10 kΩ mótstöðunar. Þá hérna erum við með heildarviðnámið, deilum heildarviðnáminu upp í 15 voltinn og fáum straum sem við margföldum síðan með stærð mótstöðuna, 10 kΩ mótstöðunar. Og þá fáum við það að spennan hámarkið sem við getum fengið þarna inn 10 volt. Hér sjáum við líka, ef við setjum þetta inn í multisim og höfum þessar 2 mótstöður í raðtengingu og stillimótstöðan stilt í hámark, R2, þá fáum við hérna 10 volt. Svo að við getum bæði reiknað þetta út og borið það saman, setjum þetta upp í multisim til að tryggja það að við gera alveg rétt. Sönnum það með þessu hérna. Ok. Næsta mál. Hvernig spennan yfir álæðamildinni 520 hérna? Yfir álægið. Hvernig lítur hún út? Við að teikna inn á næstu mynd. Og við þurfum að vita náttúrulega kannski opnunarhorn og ýmislegt fleira. Við þurfum að vita opnunarhornið og það virðist vera tekið hérna við mjög snemma í myndinni. Kannski auka upplýsingar í bókinni þetta dæmi hérna, 20a. Teikna inn á myndina á næstu síðu. Ef við fáum stýripúlsinn mjög snemma, að þá þetta í rauninni spennan yfir álægið verður þá eins og við stýrða hálfbylgjuafröðun og við gefum okkur þá kannski þennan púls hérna snemma í rauðbylgjunni og þá minnsta opnunarhornið, fáum púlsinn mjög snemma og þá þetta spennan yfir álægið. Og hér neðar þá sjáum við líka spennuna yfir týristorinn, þá byrjar byggjast aðeins upp spenna yfir týristorinn, síðan fáum við stýripúlsinn mjög snemma og þá dettur spennan niður yfir týristorinn og bara lág, eitthvað 1,5 volt, þar til að við fáum neikvæða hluta riðbylgjarnar inn á rásina og þá fellur öll sú neikvæða spenna yfir týristorinn og hann verður að þola það. Og svo heldur spennan áfram hérna í neikvæða átt sem sagt og kemur að núlli aftur, minnkar neikvæða spennan og fer í jákvæða spennu þar til við fáum aftur stýripúls og þá dettur hann aftur niður í 1,5 volt. Af hverju segi ég 1,5 volt? Jú, á formúlublaðinu þá stendur hérna efst spennufall í díóðum 0,7, spennufall í týristor 1,5 volt. Þess vegna reiknum við með 1,5 volta spennufalli í týristorum. Ok, þegar við erum að gera einhverja útreikninga. Svona, og svo kemur næstu liður hérna. Hve mikið hægt að breyta spennunni yfir álægið á mynd 520 í voltum?
Þetta er hálfbylgjuafröðun, þannig að deila þar með 2 í jöfnunni, eins og ég sýndi ykkur áður á formúlublaðinu. Þá ef við gerum ráð fyrir 230 voltum inn, sinnum rótina 2 deilt með 1000 pi, sinnum 1 pluss kósinus af ef opnunarhornið er 0, við fáum það aldrei nema fræðilega séð, sko. Þá getur spennan orðið hæst 103,5 volt og svo getum við skrúað hana niður í 0 volt. Ok. Þannig að hámarksspennan yfir álagið er þá, já, hérna stendur 230 volt og hámarksspennan er þá 103,5 volt, jafnspenna, og við getum skrúað hana niður í 0 volt. Ok, og þá erum við búin með þetta. Ég ætla að vera rétt að líta hérna á ef við næðum multisim-mynd yfir hérna strauminn á í þessu dæmi hérna. Aðeins ofar, það var straumurinn hérna í díóðum. Hann var reiknaður hérna, já, 0,45 milliampere. Skulum athuga hvort við náum því með multisim forritinu. Svona. Þá þarf það bara að opnast. Það er komið. Og ég næ í hádrifið. Þar erum við með multisim, rad hérna, og það er pinni 5. Svona. Já, við þurfum kannski ekki endilega skópið, en ok, svona lítur spennan út yfir pinna 5, mælt frá pinna 1 til pinna 5. Og straummælirinn, við getum tekið til dæmis þessi hérna ætti að vera stilltur á straum. Já, spurning, já, veitum við, hérna, já, 0,47 milliampere kemur hérna fram, þannig að þetta er mjög nálægt því sem við erum með hérna í, þetta var 0,45 milliampere, við fáum hérna í multisim 0,47, það munar eitthvað örlitlu á því. Ok. Svo að hver díóða hérna, já, fær gegnum sig 0,47 milliampere miðað við þetta. Og spennufallið yfir hverja díóðu er 0,65 tæplega volt. Ok. Þessi viðmiðun hérna er rauninni bara riðspennaninn og en síðan er þetta nánast eins og kassabylgja við sjáum það breytingin inn á pinna 5 er mjög snögg, þannig að þessa breytingu inn á pinna 5 við köllum þetta 0 skynjun, að þá þessi melding hérna þegar spenna fyrir gegn 0-ið þá fær IC-rásinn merki það að við þurfum að afhlaða sagatalnaspennuna og byrja að hlaða sagatalnaspennuna aftur upp, láta hana byrja að rísa aftur. Já, þetta var það við getum tengt upp svona rásir í multisim og prófa þær. Þá látum við þessari yfirferð lokið.